Já, verið velkomin í heimsókn hérna í Game TV. Hér erum við mætt á svakalega slóðir, það sem fullt af gömlum tölvum, tölvuleikjum. Við erum mætt til hans Yngva. Sæll. Sæll. Hvað segirðu? Hvað að gerast þetta? Tala okkur í gegnum þetta. Þú ert með Facebook síðu sem heitir Tölvunördasafnið. Tölvunördasafnið. Já. Og þar ert þú bæði að óska eftir og sýna svona allskyns gamalt efni það ekki? Sem að þú við að þér. Jú, við erum að gera það. Við erum að fá til okkar fullt af tölvu og tölvudóti frá ýmsum aðilum út í bæ. Og hugmyndin að búa til safn sem allir geta notið. Okay. Og bara með öllum tölvuleikjum sem hugsa skilja? Já, bara alla konsolvélar og allar leiki og bara, allt. Og hvenær fyrstu þessa flugu í höfuð? Að væði þetta? Hún kom bara í haust, síðasta haust. Nú bara, þú veist, við erum eftir að fara að kíkja safnið, en það er mjög stórt, þannig að þú verður mjög duglegur á þessum stutta tíma. Já, bara ótrúlega viðbrögð sko, sem að fólk hefur bara haft áhuga og komist inn á Facebook-síðuna og skoðað hana. Og bara með þetta hérna heima þér? Já. Ákveðinlega mjög skilningsríka konu, því að þú fara bara að taka þetta stóran hluta af húsin, sem mjög gott. Já. Þannig að takið þetta til ykkur, konur landsins. Nei, þetta er það. Herru, en ef við byrjum bara að renna í gegnum þetta hérna, þú ert búin að raða þessu upp, þetta virkar allt hérna. Hérna ertu með nokkra virkar, túbusjónvarpinn kominn hérna aftur. Já. Og þetta er bara þessi gamla góða hérna, Nintendo. Leikurinn Gizmo 2, ég man vel eftir Gizmo. Ég vil það rosalega sko. Sjáðu þið, það er flottur. Þessi var nú kannski ekki alveg svo vinsælasta vélina, en hann er mjög flottur. Gizmo 2 og svo ertu með hérna, alltaf Sega ekki? Já, það er Mega Drive 2. Já, Sega Mega Drive 2. Ok, og hvað erum við þetta? Og Streets of Rage 2, leikinn. Já, það var náttúrulega svakalega. Þetta var hann two-player eða? Jú, þessi two-player. Já. Það var náttúrulega mjög gott, þetta var eins og Double Dragon á þessi leikinn. Já, þetta var svakalega. Já. Og svo ertu hérna náttúrulega með kónginn. Já, þetta er náttúrulega Sinclair-vélin. Þetta er náttúrulega ekki hægt sko, það er Sinclair Spectrum. Já. Það er komið það er búið að djúsa upp lúkið á henni eins hérna, hefur. Já, þetta er nýja, við eigum svo eldri típuna líka. Já, svo ertu bara með Walkmanin fyrir kassið, þetta virkar allt saman hérna. Já, algjörlega. Og svo náttúrulega það bara minn uppáhaldsleikari allra tíma. Já, Charles Bronson. Já, Death Wish 3. Þetta er svona, hvað sagðir, þetta ekki svona eins og fyrsti GTA-leikurinn? Jú, þetta er eiginlega fyrsti GTA-leikurinn. You are Bronson. Hérna var maður bara Charles Bronson í þessum leik. Já. Og þú átt Sinclair Spectrum, spilaðir það mikið þegar þú varst yngri? Já, ég spilaði meira Commodore. En félagi mínu átti Sinclair Spectrum. Jetpack, hann var rosalegur, það var svakalegur leikur. Fór maður til Magna og keypti leiki þar. Já, var það ekki? Jú. Varstu í klúbbnum hjá honum eða? Nei, ekki ég. Ég var í klúbbnum. Það var svakaleg. Ég man ekki hvort maður græddi eitthvað á því en maður var alltaf á það. Nei. Þetta er alltaf svakar. Þetta svo ertu með hérna, já það er PlayStation hérna mætt. Þetta er bara PlayStation 2-grið. Já, ok. Og það er rauninu fyrsta konsolinn sem ég eignaðist. Var það PlayStation? Já, ég var meira í PC og Commodore-vélunar. Já, ok. Þannig að það var á þeim tíma sem þær voru alltaf kannski að keyrast upp með öllum þessum ævintýraleikjum og þeim leikjum sem voru þar. Disketturnar. Já, akkurat. Ég er ekki viss allir sem að horfa á þetta viti hvað disketta er. Nei. Eða kassetta. Nei. En þetta er bara okkar veruleiki. Akkurat. Það er bara þannig. Og þá að kíkja þetta hérna er þetta búin að setja þetta allt upp. Já. Ég sé hérna áður við förmyndin herbyggi Ultima. Já. Maður misti svo nú yfir þessum. Já. Og þetta eru diskettur sem sagt. 5,25 tómu. 5,25. Flott. Það er svakalega. Þetta voru maður að fara að valega með þetta. Þegar hérna er aðal stöffið sko. Hérna erum við komin í hjarta safnsins myndi ég segja, er það ekki? Jú, hérna er hjartað sko. Vá, ég veit ekki hvar við erum að byrja sko. Hérna til dæmis, ef ég mætti, þetta er minn uppáhaldsstaðar á safninu nú þegar. Já. Hérna ertu með alla Sierra-leikina. Þetta er uppáhaldsleikinn þér. Er það ekki? Jú, þessa spilaði ég alla sjálfur. Já, spilaðir alla King's Quest og Larry og Bonus Quest og... Já, ég spilaði Space Quest 1 og Hercules monochrome skjákorti. Já, ok. Og hvað voru þá 2 litir bara? 2 litir, bara svarthvít. Það voru 2 litir í leikjunum. Já. En maður var ekkert sett það fyrir sér. Ja, það var mjög skemmtilegt. Já, ótrúlega skemmtilegt. Maður vissi náttúrulega ekkert hvað var handað við hornið. Nei. Ég man alltaf að ég keypti, sko, ég var með svona 3 litra, svona CGA-skjá. Já. Hvað var ekki 4 litir í því held ég? Jú. Svo fékk ég 16 litra skjáu. Mér fannst bara eins og ég hefði sigrað heiminn. Já. Þetta er ekki betra. Nei. En þá voru þessi leikir. Þetta er alveg, sko, þetta er bara límt við æskuna hjá mér. Já. Þetta voru svakalegt fyrirtæki og nú er alltaf verið endurútgefa King's Quest. Já. Hefurðu eitthvað kíkt á það? Já, ég spilaði episode 1. Já, og hvernig líst þér á það? Næstan mjög fínt sko. Já. Flott grafík og þetta er svona leikur sem getur verið í sófánu bara með kontroller. En er hann alveg svo fyrsti leikurinn hinn, svona sögurþráður eða svona? Er þetta ekki meira aksjón eitthvað? Jó, þetta er svona meira, ég myndi segja meira svona eins og, ég veit ekki hvernig útskrifa. Nei, en allavega, ég þorði ekki að spila. Svona meira eins og Dragon Slayer. Já, ok. Það var svona bara nánast eins og Dragon Slayer náttúrulega var svakaleg. Hann var náttúrulega svona eiginlega bara eins og teiknumynd sem hún stýrði svona á
þess að eiginlega taka eftir því. Já, akkurat. Þannig svolítið kringast. Já, ok, það er svona action, þú keyrir og ítir á hægri og vinstri þegar það drekir eldaði og svona. Ég ætla ekki að spila hann, ég ætla að halda í minninguna. Já, það er líka mjög gott. Þú ert með þetta uppsett hérna, Space Quest í PC-vélinni hjá þér? Já, hérna er bara Space Quest 3. DOS-vélin. Hérna spila ég DOS-leiki. Já, flottur maður. Ég vil kaupa í alla leiki sem við fáum hérna inn á GOG. Já, ok. Og hérna setjum við upp á þessa vél. Já, glæsilegt. Þetta er svo bara vinnuvélin mín. Já, þar ætlum við myndir af öllu og það er hægt að fara inn á Facebook síðan sem sagt og sjá það sem er að bætast í safnið. Já. Og ég posta þar á hverjum einasta degi. Já, glæsilegt. Nú hérna erum við með hvað? Hérna er að Sega Saturn. Já. Hún átti nú svona stutta ævi svo sem kannski. Mjög stutta sko. Var ekki PlayStation 1 sem eiginlega svona gekk frá henni? Jú, hún gerði það sko. Já. En þetta er eiginlega samt uppáhaldsvélin mín á þessum tíma. Já. Vegna þess að hún er svona mest líkust spilakassanum. Já, ok. Já. Þarna eru þau með Afterburner. Það er náttúrulega svakalega leikur Afterburner. Þarna er Outrun, Afterburner og svo Space Harrier. Já, þetta Outrun, hann var Sega-leikur. Hann náttúrulega kom þarna. Já. En hún var, átti alveg sín moment en svona var eiginlega þurrkuð út svolítið af PlayStation-vélinni fyrstu. Já, algjörlega. Hún átti ekki breyka eitthvað. Nei. Nú, þá vorum við komin hérna. Hvað er að gerast þér? Hérna það er Ultima-safnið. Já, þetta er líka eitt af mínum uppáhaldsleikjum. Spilaðu mikið Ultima-leikina? Já, alltaf. Ég ætlaði að spila þá. Ég held ég að vera ekki nógu vel gefinn fyrir það. Ég er bara náttúrulega tökum að þeir eru frekar stórir og flóknir, ekki? Jú, þú ættir alveg að leggja þig mikinn tíma í að spila það, sko. Já, ertu þá búinn að spila eitthvað nútímaleikinu eins og Skyrim og svona sem eru svipaðir? Já. Þannig að þetta er náttúrulega allt kannski, er þetta ekki svolítið undanfarinn af því? Jú. Risaheimar og... Jú, þetta er það, sko. Já. Það sem var rosalega flott með eins og þessa leiki hérna, það bara kom mikið í pökkunum. Já, alveg rétt. Það kom svona dúkur af heiminum. Þannig að þú sektir þig alveg í allar stellingar þegar þú byrjar að spila. Já, þetta var alvöru pakkar hann. Já. Þú varst með hérna, þú varst með bækur hvernig á að gera alls konar galdur á svona. Já, þú verður að strauja þetta bara. Þegar við erum farnir. Þetta renni yfir þetta. Alveg svakalegt. Og hérna, það er komið hér og verður þetta svona eitthvað PC og PlayStation. Já, þetta er PC-leikir hérna. Já, býtu þessi bíli, mann líka eitthvað eftir honum. Bitmap Brothers, þeir voru nú ansi góðir sko. Já, Þetta er eiginlega svona fyrsti alvöru plattformleikur sem kom á PC. Það kom reynda fyrst út á Amigu og Atari. Já. Og svo kom það út á PC líka. Þessi hérna? Já. Þessi leikur. Þetta er bara textið, ekki? Jú, þetta er text adventure. Takkið það á kótan í kvöld, að þetta er bara texti. Þetta var bara eins og að leika sig í Word. Það bara kom einhver lýsing, textalýsing, og maður sló bara go west, pick up, knife, eða eitthvað. Og þetta þótti manni alveg fáránlega gott. Já, algjörlega. Hitchhiker's Guide to the Galaxy var líka svona. Já, akkurat. Þetta spilaði maður alveg í tætlu sko. Þetta er gamla singlurinn sem er flestir kannast við. Þetta útlitt. Já, ég verði aðeins að fá að snerta gúmmið. Þetta er rosa. Þetta er náttúrulega alveg bara, þetta er æska mín innrömmu. Já, og þetta er sama vél, nema bara breytt útlitt á umgjörðinni. Þetta er náttúrulega alveg svakalega flott sko. Það er mjög góð, býtu og svo erum við konur hérna, býtu hvað er ekki hérna ykkur að vélar konar maður? Hérna erum við með Amiga, Amiga 500 og svo líka þessa hérna eldgömlu vél. Hvað er þetta? Þetta er svona einn af fyrstu tölvuleikjum. Video Sports. Já. Þessi er svakalega það. Og þetta er bara, þú ert með fjárstýringu og ég með fjárstýringu og svo er bara 2 línur á skjánum. Já, og getur bara vaðið bara eins og ping-pong eða eitthvað. Já. Og virkar hún og allt það? Já. Þetta þessi er síðan 1976. Það eru nokkra íþróttir, það er squash og hockey og tennis. Voru það kannski allt bara mjög svipað svolítið? Já, þetta er auðvitað bara alveg eins. En maður leið bara betur og verður með nokkra almöðu líka. Og hérna er þetta með nokkra, það er Xboxið og... Já, hérna er með nokkra vélar. Nintendo og... Já, og nokkra svona NES klóna líka. Já, ok. Sem eru svona... Það komið svona slatt af þeim í hérna tíðin, ekki? Jú, það er eitthvað með eins og þessi hérna. Já. Þessi hér. Og þetta finnur að þetta er cheapo. Crazy boy. Þessi takki virkar og þessi takki virkar. Já. Þetta er ekki neitt. Þetta er ekki neitt? Nei, þetta er bara mót sem eru ykkur vesmiðið ykkur staðar. Já, herri við eigum líka þessu grænu tökum var ekki til að hafa 3 stafn fyrir 2 fyrir meða sem lagar eitthvað neginn. Akkurat. Þetta er svo crazy boy, mér finnst það líka að gegja nafn. Já. Og virkar hún líka? Já, virkar allt. Herri, þá erum við komin hérna yfir í, hvað er hérna, Atari? Þetta er Atari ST. Já, býtur nú við, og það er hér, hvað getur maður, það er bara floppy diskinn? Já, það er þetta. Þetta er ekki, svo mynda flugu. Svona. Já, og hérna er eitthvað, ég ætlaði að leita hjólinu, það var náttúrulega ekki komið hjól hérna á músina. Þannig að maður þurfti að fara eitthvað aðeins eða niður.
Og þau ræsir maður upp leikina hérna einhvern veginn? Já, og getur þið líka bútast upp og setja floppið inn í og kveikir á henni. Já, ég skil. Þá hérna ræsir hann upp leikin sjálfkrafa. Sérðu, hérna getur maður að stækka gluggann, það allt. Það svakar. Já, þannig að hún hérna, og hvernig var hún? Var hún eins og PC-vél bara, eða hvernig? Já, svona bara svipuð sko. Já. Hún var svona meira fyrir tónlistarfólk. Já, ok. Þannig að í hliðin á henni eru hérna MIDI-port. Já. Og það gáttu tónlistamenn tengt hérna bara hljómborðum sem beint í. Alveg rétt. Þannig að það voru mjög margir frægir tónlistamenn sem notuðu hana bara í upptökur og svona. Bjuggu til MIDI-tónlist sem var mjög vinsæl á tíma. Akkurat. Ja, menn voru að skiptast á MIDI-lögum. Það var þannig. Menn voru að skiptast og ég hérna með 5,25 tómmu disk fullan af MIDI-lögum. Já. Öllum fannst það geðveikt spennandi. Já. En það svo sem eitthvað minna það í dag. Akkurat. Vittu hvað komið hérna? Commodore-inn. Commodore 64. Já. Og Commando. Það var náttúrulega, þetta alveg mjög klassískur leikur sko. Sjáðu þið. Já, til líka, hann mjög svipað, mannstu þetta Rambo-leiknum? Já. Hann var ekkert ósvipaður. Nei. Það örugglega sami leikur. Já. Bara að hann bera ofan í Rambo-leiknum. Þetta eitt af fyrsta tölunum mínu. Ég átti töluna sem kom undan þessa. Já. Sem heit VIC 20. Já, hún var ekki, hún var miklu minni var það ekki? Nei, hún var alveg svo lítið nema hvít, en hún gat ekki þessa grafík eða hljóð sko. Já, ok. Og Commodore 64 var náttúrulega mjög fræg fyrir bara hljóðið. Já. Það var MIDI-lög voru vinsælar maður. Og á þessum tíma að heyra þetta hljóð í tölvu er bara rosalega flott sko. Já, mér finnst það bara ennþá alveg svakalegt sko. Já, MIDI, ég manna, það var verið að skipta mikið á MIDI á Commodore 64 sko líka. Það var eitthvað áttöku slatta lög um það. Já. Svo þetta náttúrulega bara kassettutæki til að hlaða upp af. Já. Og disketudrif. Já, þegar ég keypti mér Commodore 64, maður fekk disketudrif. Það var rosalegt sko. Já. Og ég náttúrulega var hansi sko, heitur í hverfinu heima sko þegar ég fekk mér disketudrifi. Það voru ekki allir sem hafði disketudrif. Nei. Ég notaði það mikið. En hérna... Svo fekk ég þetta hérna líka á eBay. Hvað er þetta? Þetta er kort sem þú tengir við þessa hérna vél. Já. Bara með SD-korti. Og emulator hard disketudrif. Já, ok. Þannig að hérna getur sett alla leikina bara á... Já, það er þægilegra heldur en að vera, já. Og svo hérna fleiri, það eru alltaf PlayStation og Nintendo, alveg mikið safn hér. Þetta er aftur... Þessi hérna. Er þetta ZX 21 eða? Nei. 8.1. ZX 8.1. Þetta er fyrsta Sinclair Spectrum tala. Já. Með minnistakkum. 16 gáðar. Með minnistakkum. Þetta er ekki hægt. Þetta var sko, þú veist, og manst þú eftir því, varstu eitthvað í Sinclair eða? Ekki mikið. Nei, ég man á sínum tíma sko í staðinn fyrir að downloada demo eins og maður gerir í dag inn á PlayStation Store. Já. Þá keypti maður tölvublöð í bókabúð Braga. Já. Og sló inn allan forritun og kóðan. Já. Tók kannski viku bara að hamra eitthvað inn. Já. Og svo þurfti maður að leita öllum villunum. Og svo þegar maður búinn að því, þá var þetta svona leikur sem átti að labba frá vinstri til hægri og bara geðið spenntur. Og svona, ég hélt manni ánæði með svona 10 mínútur. Það gerði ég í grunnskóla. Ég var í bókasafninu í grunnskóla að ljósið alltaf eftirstu síðan. Já. Þar voru bara forritun og hvað, þetta hefur breyst svakalega síðan. Þarna og þessi náttúrulega svolítið, maður kannast nú við þessa. Já, þetta er allt þar í 2006. Já, hún var náttúrulega svakalega. Hérna er bara listi við leikina. Já, og þetta hérna, þetta er menu-systemið. Já, ok. Þú veist, þegar þú ert að velja erfiðleikasti í svona leiknum, þá er það bara gert hér. Já, þetta er 2 player, 1 player og on. Þetta er svakalega. Já, hún er glæsileg þessi maður. Hún var mjög vinsæl þessi. Nú, hér erum við síðan konið meira í leikina og hér kennir nú ýmissa grassa. Ég er náttúrulega mikið fyrir fótboltaleikina, ég rak nú svona fljótt augunni hérna, FIFA 96, Mark Overmars og ég man ekki eins og hvað hann heitir hérna þetta. Og þú með fleiri FIFA hérna, David Beckham, World Cup 98. Já. Og svo náttúrulega þessi hérna, hver man ekki eftir þessi leik? Lion King. Þetta var alltaf páralagur leikur, einn af mínum uppáhaldsleikjum. Já. Spilaðu þennan eitthvað? Nei. Af hverju? Þetta var rosalegt. Það? Já, ég myndi skella honum í, þú átt 1200 þetta ekki? Jú. Já, ég myndi skella honum. Ég ætla ekki að setja hann alveg inn sko því að þú getur munnað eftir. Já. Sjöðu, svona þá kannski þá man ég eftir honum eftir, akkurat. Þetta er NBA Jam, það er sko það Svessi sjáu þetta ekki maður. Það er þetta uppáhaldsleikur hans. Já, hann elskar NBA Jam sko. Þú myndir aldrei losna við hann sko ef hann sagði þetta. Nei, ok. Já, þetta, ég held að við jafnvel að snúa honum svona þannig að Svessi reki ekki augun í hann hérna á eftir. Þú lagar þetta bara þegar þú erum farnir, hann losnar ekkert við hann. Nei, ok. FIFA 96 maður, já, þetta eru, hvað er þetta allt Sega leikir hérna? Já, þetta er allt sem þetta er hérna á Megadrive. Svo er hérna fullt af PlayStation 2. Já, við höfum rosa mikið á þeim. Já, þeir líta vel út fullt af spennandi leikir þar. Þetta eru NES-leikir í bóksum. Já, ok. Mega Man 3, það er nú að koma út nýr Mega Man held ég.
Þannig að það gott. Hot Rasputin. Rasputin, hvað er það? Þetta rússnesku leikur og ég tala verið eitt svo erfiðasti bara á Sinclair-tölvunni. Firebird, það var náttúrulega mjög klassískt fyrirtæki. Svo eru hérna með, svo eru hérna Compilation. Þetta í einum pakka náttúrulega sko Rambo-leikurinn sem var mjög góður. Og Greenberry var líka fáránlega vinsæll. Það var náttúrulega vinsæll spilakursum líka, eða ekki? Jú. Top Gun. Svakalegur. Og Great Escape, spilaðirðu Great Escape eða? Já. Ég finnst hann svolítið góður. Já, mjög góður. Ánægður með hann. Hvað eru svo með hér? Hérna eru komin bara fleiri, það eru PC-leikir. Já, hérna eru komin PC-leiki í stórum bóksum og meira af Sierra-leikim. Já, þarna Larry. Bóksir voru einmitt svona. Já. Þau voru bara svona risastór. Já, og þú eru það bara stærri og stærri. Já, nákvæmlega. Það var að vera að berjast hirði neytandans þegar hann kom í verslun og því stærri sem bóksið var. Já, nákvæmlega, maður lappaði bara út. Það var mjög flott, það Baldur's Gate leikirnir og Seventh Guest. Þetta náttúrulega einn af svona fyrstu CD-ROM þegar geisladiskarnir komu. Og hann var ekki með svona leikurum? Jú, var ekki þessi með leikurum? Jú, hann var með leikurum og Já, það gæti verið svona fullt af vídeóm og svona því hann var á CD-ROM. Duke Nukem þarna. Þessi var náttúrulega svakaleg. Þessi náttúrulega bara svona all-time classic. Já, algjörlega. Pirates, Sid Meier. Já, þess að maður alveg gleymt sér í bara í margar klukkutíma. Já, ég held að maður bara spila hann, þetta besti svona, hvað er þetta svona strategy action-leikur eitthvað? Já, svona open world, svolítið. Já, það var mjög góð. Chessmaster-serían var náttúrulega vinsæl líka fyrir tíma internetsins. Já. Áður en öll skákborðin komið þar. Já. Er eitthvað einn annað svona sem að þú heldur mikið upp á í hillunni? Það ég man Heretic 2. Þessir leikir, náttúrulega. Já, Dungeons & Dragons. Já. Og er Pool of Radiance þarna? Nei. Já, það Ég spilaði hann rosalega mikið. Já. Og þetta er mjög gott. Já, mjög góður. Þetta voru góðir leikir. Mjög góðir leikir. Þetta var svona... Svo eru svona eins og þessir þægilegir. Ennþá í plastinu og opnaðir frá Game Boy. Star Wars. Já. 2 litir. Það þurfti ekkert meira en 2 litir, hvað er rugglega? Allt snýst alltaf gameplay. Og hérna eru þessi litla svona mætt. Maður spilaði þetta dálítið mikið. Já, þetta spilaði maður. Þetta dugði maður var að keyra kannski 8 tíma ferðalega bara landið. Já. Þetta dugði manni bara. Akkurat. Maður gefið sæll. Já. Það var ekki hægt í dag. Nei. Ég myndi láta son minn hafa þetta, hann myndi bara henda þessum hann myndi festa þetta í enninu á mig bara. Svo eigum við Sinclair-tölvu eitt af síðustu Sinclair-tölvum sem var búin til. Já, ok. Og voru gerðar fyrir svona viðskiptamarkaðinn. Já. Það voru kassettur og eitthvað svolítið síðan. Heyrðu, Sensible Soccer. Ruud Gullit af, þessi, spilaðir þetta eitthvað eða? Nei, ég spilaði ekki mikið íþróttaleikir. Þessi eru svo góð, ég bara, þetta var svo gott. Já. Street Fighter 2, WizKid, Ghostbusters, þetta, og Double Dragon. Já, á Sinclair. Já, hann var alltaf mjög á Sinclair. Já, og svo er þetta eru svona kartrísir sem voru á Commodore-vélunar. Já. Og leikirnir komið bæði á kassettur og svona líka. Já. Það sett þetta bara aftan á véluna. Solar Fox, maður. International Soccer. Já, ég held ég aldrei átt svona kartrísis í véluna mína. Nei. Þannig að þeir voru komið þannig líka. Já. Driver hérna, hann var náttúrulega svona ansi góður. Já. Og hérna svona meira PlayStation leikir, PlayStation 1. Já. PlayStation 1, Xbox og rosalega mikið PlayStation 2. Já. Og svo einhverjar handheldstölvur hérna líka. Já. Þetta er Game Boy, original Game Boy. Já, þarna annars. Vita-tölvan og... Já. Og svo hefur við líka fengið svona reiknivélar. Reiknivélar? Já. Það var talað í útlandar. Og ertu að taka einhverju eftir því líka? Já. Þetta er frá Commodore. Þetta er áður að þeir fóru út í það að búa til tölvunar. Já. Þessi er þetta svakalega. Þetta er hluti á sögunni. Já, hún getur dregið frá og lagt saman og allt það. Já. Þessi margfaldað. Það er allt í þessu. Já, þannig að þú með reik, þú takmarkar ekki við neitt. Nei. Donkey Kong mættur í þessu. Já. Það var líka mjög góður. Já, heyrðu, þetta er nú aldrei sáhört. Hvað ef þú myndir svona, er eitthvað svona stendur upp úr hérna sem svona uppáhalds bara gripurinn þinn bara saman? Eitthvað leikur eða vél? Já, einn eða tveir. Það var það Space Quest 3. Space Quest 3? Já. Hann er bara alveg í algjör uppáhald. Já, hann var náttúrulega mjög góður. Já. Og tónlistin í honum. Þegar ég keypti hann þá átti ég Roland MT32. Hljóðkortið. Já. Og tónlistin í honum var alveg rosalega góð.
Það var svona, já, Róland í mann eftir svona. Það var að kaupa sér hljóðkort og grafíkkort í þessa vél. Já, ég fór í Rín og keypti mitt sko. Já, ok. Og hann sagði, hvað ætlarðu að nota í? Ég er að spila tölvuleiki. Hann bara hristi hausinn. Já, bara hendiður út. Ég var í alvöru professional tónlistarmaður og ég er bara að fara að nota 30 svona tæki í tölvuleiki. Það var að leika þig. Það er alltaf svakar. Þannig að það er Space Quest 3 sem heldur svona mest upp á. Já, algjörlega. Og hvað eru næstu skref með safni? Hvað sérðu fyrir þér að gera með þetta? Það er bara að halda áfram og taka neðri hæðina jafnvel í húsinu líka undir þetta? Já, og smíða lítinn kofa handa konni. Já, nákvæmlega. Já, það er bara svona, haldi veðri og vindum, þá er allt í góðu. Já, þetta kemur, fólk er náttúrulega bara að gefa okkur bara nánast daglega, kemur eitthvað inn á safnið. Já, flott. Og meiningin var að bara byggja annarkort hérna úti, ég er byggja á stóra lóð, annarkort byggja eitthvað þar, þess að hýsa safnið. Og lega fólki að koma að sjá, eða svo er ég bara opinn fyrir öllum hugmyndum. Já, við bara... Ef það er einhver söfn á dóti sem vilja hafa lítið hotn með svona dóti og... Við hvetjum allan fólk til að kíkja inn á Facebook síðuna sem var aftur Tölvunördasafnið og þar getið þið séð náttúrulega bara eins og þið segir, setur eitthvað inn ekki daglega? Jú, á hverjum einstu degi kemur póstur. Getið þið fylgst með hvað er á safninu, hvað er að gerast og ef þið viljið jafnvel setja ykkur í samband, eru með eitthvað sem þið viljið koma í bara góðar hendur líka. Já. Ég meina þetta er líka bara svona ákveðin varðveisla. Já, hérna er allt farið vel með hlutina og við gerum við hluti ef þau eru bilaði líka. Ég segi það, þannig að þessu verður ekki betur komið fyrir en hér. En við bara þökkum kærlega fyrir okkur, bara virkilega gaman að fá að upplifa þetta. Já, þetta er bara svo að fara í tímavél hérna að koma til. og hvetjum ykkur til að kíkja inn og skoða þetta. Þetta eru stórkostlegir hlutir og bara enn og aftur, takk fyrir okkur. Já, takk sömuleiðis. Bless. Unleash your refreshing citrus kick. Do the do.